Deilurnar í verkalýðshreyfingunni gætu haft mikil áhrif á samstöðu launafólks í komandi kjaraviðræðum að mati starfandi forseta Alþýðusambandsins. Þingi ASÍ var í dag frestað fram á vor. Formaður VR segir ótímabært að ræða úrsögn úr sambandinu. 47 manns sitja í gæsluvarðhaldi og hafa aldrei verið fleiri. Fangelsismálastjóri segir fangelsis landsins sprunginn og hefur áhyggjur af öryggi starfsfólks. Atlantshafsbandalagið stefnir að því að auka loftvarnir Úkraínu. Forseti Rússlands hefur boðist til að flytja gas til Evrópu óskemmda hluta Nord Stream gasleiðslunnar. Vinsælir hlaðvarpsþættir lögðu grunninn að því að bandarískur maður á 50-aldri er nú laus allra mála eftir að hafa fengið lífstíðardóm fyrir morð þegar hann var táningur. Hann sat í fangelsi í 23 ár. Krónprins Noregs og forseti Íslands gengu saman á stóra hrút við eldstöðvarnar á Reykjanesi í dag. Þeir telja báðir mun skemmtilegra að ræða málin á göngu í náttúrunni en á formlegum opinberum fundi. Komið þið sæl. Þingi Alþýðusambands Íslands var í dag frestað fram á næsta ár vegna uppnáms innan sambandsins. Starfandi forseti ASÍ segir stöðuna ekki gott innlegg í komandi kjaraviðræður. Það var þungt hljóð í þingfulltrúum ASÍ þingsins þegar þeir mættu til fundar í morgun og hálfgerð upplausn ríkti hvað stæði til. En síðan veit maður ekkert nákvæmlega hvernig þetta mun þróast í upphafi dags. Þetta þarf alltaf að koma í ljós bara. Starfsfólk ASÍ og forystumenn félaga tóku morguninn til að fara yfir málið og ná vopnum sínum. Við erum nú upp á funda til að taka ákvörðun hvað við ætlum að gera. Formenn Starfsgreinasambandsins boðið koma aðra og hitta Björn Stanleyson. Í lok fundar í gær drógu formaður VR, formaður Starfsgreinasambandsins og formaður Eflingar framboð sín til embætti forseta og varaforseta til baka. Í morgun var óljóst hvort af kosningu í forystuembætti yrði eins og lagt var upp með. Í þingsköpum ASÍ er kveðið á að helmingur þingfulltrúa þurfa að mæta til að hægt sé að ganga til kosninga og ef færri mæta þarf að gefa hópnum hálftíma til að kalla fleiri inn á þingið til að hægt sé að halda áfram. Vel að rúmlega helmingur þingfulltrúa mætti á þingið. Aðalega vantaði fulltrúa frá Eflingu, Verkalýðsfélagi Grindavíkur og Akranes. Fljótlega eftir að fundur hófst kom þrátt fyrir það tillaga að fresta þinginu sem var samþykkt með handauppréttingu og 90% atkvæða. Þetta búið að taka á. Það er augljóst að svo hefur verið. Við ætlum að taka okkur nokkra mánuði í að vinna í okkar málum, tala saman, auka samstöðuna. Við reyna að sætta sjónarmið og vinna í þeim málum sem að hafa aflögu farið á undanförnum dögum. Og við munum finna leiðir til þess að vinna með þetta, ef mögulegt er. Þetta er ekkert endilega besta innleggi í kjaraviðræður. En áhrif á launafólk í þessu landi? Maður vonar að sjálfsögða áhrif á launafólk verði ekki nein vegna þessa, en auðvitað ef okkur tekst ekki að bæta stöðuna, þá verða áhrifin verulega mikil, myndi maður halda, á samstöðu fólksins. Það sem við erum að gera hér er í raun og veru að reyna ít undir að ná samstöðunni til þess að vinna að hagsmunum launafólks á Íslandi. Hólmfríður, hver er þá staða núna innan ASÍ? Jú, Kristján Þórður sem hefur verið starfandi forseti síðan að Drífa Snædal sagði af sér í ágúst vegna þessara sömu átaka, verður það áfram fram á vor en þeim er skylt að tilkynna nýtt þing eigi síðar en í apríl. En eins og við tókum eftir að þrátt fyrir það að mikill meirihluti hafi verið á þeirri skoðun að það ætti að fresta þinginu, þá var samt hópur sem varð í ósammála. Það voru 20 fulltrúar sem vildu að þinginu yrði framhaldið eins og það var búið að auglýsa með kosningu og öllu. Til dæmis fólki sem bauð sig fram gegn Ragnari Þór og hans fólki, þau vildu standa við sín framboð og við skulum heyra í tveimur þeirra. Ég var ósammála því. Ég hefði viljað klára málefnavinnuna og kjósa okkur forystu í dag. En ég tel það mjög jákvætt að við skildum hafa komist að bara niðurstöðu með svona afgerandi hætti. Mér þykir það miður að við skulum geta klárað þingið en auðvitað er það meirihlutin sem ákveður hvort að þingið sé klárað eða ekki og ekki vill maður vera kosin hérna inn sem einhver embættismaður fyrir ASÍ undir þessu sem er hérna núna. Þetta er náttúrulega mjög erfitt þegar að fólk gengur hérna út og sýnir þessa hegðun eins og var sýnd hérna í gær. Nú gefst þeim tækifæri til þess að hugsa sig taka aðeins smá stóran andardrátt og vonandi koma tilbaka og vera með hreyfingu.
Ég býst ekki við því að hér komi eitthvað þing saman í apríl næsta ári þar sem allir verða glaðir og ánægðir og vinna að einhverju sameiginlegu markmiði, sko. En Hólmfríður, eitt af því sem reytti Ragnar og Sólveig Önnu til reiði var tillaga að vísa fulltrúum Eflingar af þinginu. Jú, en svo tillaga náði reyndar ekki fram að ganga. Það var Ólöf Helga sem lagði hana fram og hún sagði í viðtali við okkur fyrr í dag að líklega hefði það ekki verið rétt af henni að gera það þótt hún stæði áfram við athugasemdir sínar að fulltrúar Eflingar á þinginu hefði ekki verið valdir með nógu lýðræðislegum hætti. Ragnar sagði líka að Facebook-færsla Halldóru Sveinsdóttur, formanns Bárunnar á Selfossi, hans helsta gagnrýnanda, hafi fyllt mælinn. En nú sennilega svo sérkennilega staða komin upp að þau tvö, Ragnar og Halldóra verða áfram í fyrsta og verða áfram fyrsti og annar varaforseti ASÍ eins og þau hafa verið síðan í ágúst. Ragnar vildi ekki veita neinn viðtöl í gær en við hittum hann í dag og lengri útgáfa af því viðtali verður sýnd í Kastljósi í kvöld að loknum fréttum. En við skulum grípa þess niður í það. Hvað snúast deilurnar? Og þar virðast ekki snúast neitt annað heldur en taumlaust hatur í garð okkar sem höfum verið að koma svolítið nýinn á þennan vettvang. Vegna þess að það virðist vera lítið annað málefnalegt heldur en óhróður, dylgjur og lygar. Ég ber engan kala til þessa fólks, engan kala. Ég bara óskaði velfarnaðar og ég hefði í sjálfu sér bara vilja sjá þau taka við keflinu innan ASÍ og fara bara fram í friði frá okkur, eða mér allavega. En ætlarðu að kljúfa VFR frá ASÍ þá? Það bara ekki á dagskrá hjá okkur. Núna, við erum í miðjum kjarasamningum og öll okkar orka núna mun fara í það að ná góðri niðurstöðu fyrir okkar félagsfólk í næstu kjarasamningum. Ég ætla ekki að eyða meiri orku í alþýðusambandið í bili. Þetta bara umræða sem að verður tekin væntanlega þegar fólk bara búið að ná andanum. Sumarliði Ísleifsson sagnfræðingur, þú ert sérfræðingur í sögu verkalýðshreyfingarinnar. Alþýðusamband Íslands að liðast í sundur? Já, þetta lítur ekki vel út ef að þessi 3 eða 4 félög fara út úr sambandinu þá myndi ég nú álykta að það yrði að mestu óstarfhæft. Þá ekki eftir nema kannski þriðjungur núverandi félagsmanna innan sambandsins og það staða auðvitað sem að ekki gengur. En nú vonar maður það, fyrst að þinghaldi hefur verið frestað að þá gefist tími til samræðna og að það náist einhver niðurstaða. Fordæmi fyrir sambærilegri stöðu eða uppákomi í sögu sambandsins? Ekki ef maður horfir til síðustu hálfrar aldar. Já. En saga verkalýðshreyfingarinnar löng og ef við skoðum fjórða áratuginn og raunar kaldastríðsárin líka þá eru átökin alveg gríðarlega hörð og verkalýðshreyfingin klofin á fjórða áratugnum og það endar með því að það stofnað Landssamband íslenskra stéttarfélaga árið 1939. Já, það þarf að fara mjög langt aftur til að sjá sambærilega stöðu en starfið innan verkalýðshreyfingarinnar mjög erfitt alveg fram á 7. áratug síðustu aldar, þá svona róast þetta og tiltölulega friðsamt fram á síðustu ár. En í þessari atburðarás núna, telur þú að öll sagan hafi verið sögð? Vantar eitthvað í þessa atburðarás sem við erum að segja frá? Sem núna, það mjög erfitt fyrir mig að segja það. Ég náttúrulega stend bara utan við þetta og fylgist með, en það náttúrulega bara sagnfræðinga framtíðarinnar að rannsaka það sem spá í það. Og spennandi viðfangsefni þegar það kemur. Rétt í lokin, hvernig getur framhaldið litið út af þínu mati? Já, eins og ég segi, það ekki gott að segja, en ég vona vegna þess að þeir sem að tapa í þessari baráttu, tapararnir í þessari baráttu almennt launafólk og ég álít að forystu fólk verkalýðshreyfingarinnar því beri skylda til að ná samstöðu störf hreyfingarinnar. Sumarliði Ísleifsson, takk kærlega fyrir að kominga til okkar og útskýra þetta. Takk fyrir. Og við snúum okkur þá að öðrum. Aldrei hafa fleiri sætt gæsluvarðhald og nú og konur í haldi aldrei verið fleiri. Fangelsismálastjóri segir að álagið sé orðið það mikið að erfitt sé að tryggja öryggi starfsfólks. Dæmi sé að fangaverðir hafa orðið óvinnufærir eftir líkamsárás í starfi.
Að jafnaði eru 15 til 20 manns í gæsluvarðhaldi en nú eru þau 47 talsins. Þaraf eru 18 konur. Þetta það mesta sem við séð. Og þetta í takt við nýjar tölur ríkislögreglustjóra sem sýna að ofbeldismál hafa aldrei verið fleiri. Þá hafa fréttir stór fíkniefnamál verið fyrirferðamiklar í ár. Vopnalagabrotum hefur fjölgað, fréttir stunguárásir hafa verið nokkuð tíðar, morð hafa verið framin, hryðjuverka rannsókn stendur yfir og þannig mætti áfram telja. Þessi fíkniefnamál sem hafa verið ansi áberandi á Suðurnesjum og þá helst svona smærri mál þar sem fólk að koma innvortis, sérstaklega konur með fíkniefni. Hann segir nokkuð óalgengt að svo margar konur séu í fangelsum landsins. Þetta alveg með ólíkindum. Við erum að tala 18 konur held ég núna í gæsluvarðhaldi. Þar á langstærsti hlutin einstaklingar sem eru að koma til Íslands með engin tengsl og eru með fíkniefni innvortis. Páll segir að Hólmsheiði geti ekki tekið við fleiri föngum líkt og staðan sé núna og að Litla Hraun sé nánast sprungið. Hann hefur áhyggjur af stöðunni og bendir á að líkamsárásum gagnvart fangavörðum hafi fjölgað. Það hafa komið upp nokkur mjög alvarleg líkamsárásamál á fangaverði síðustu misseri. Þannig að þetta starf orðið sínu erfiðari en áður. Fangaverðir hafi sumir verið óvinnufærir mánuðum saman eftir árásir. Þá var alvarleg líkamsárás gerð á Hólmsheiði í janúar og í dómi því lýst að höggin hafi verið látin dynja á mönnunum þar til annar þeirra lá blóðugur og meðvitundurlaus á gólfinu. Páll segir að fjölga verði starfsfólki. Þetta mjög erfitt þegar þú ert bæði með fangelsin full, þú ert með undir mannað á vissum tímabilum og svo andlega veika einstaklinga sem eiga að vera á sjúkrahúsum eða á öðrum stöðum. Allt saman getur þetta gert ástand býsna erfitt og fólk hefur staðið sig hins vegar mjög vel undir miklu álagi. Auknar loftvarnir til Úkraínu í forgangi segir framkvæmdastjóri NATO. Frekari vopnasendingar eru líka í undirbúningi. Forseti Rússland segir Rússa áfram tilbúna að sjá Evrópu fyrir gasi en ákvörðunin liggi hjá Evrópusambandinu. Árásir Rússa halda áfram. 9 manns féllu í árás á markað í borginni Avdívka í Donetsk-héraði í morgun. Rússar tilkynntu jafnframt að 8 manns hefðu verið handteknir vegna sprengingarinnar á Kertsbrúnni milli Krímskaga og Rússlands helgina. 5 þeirra eru Rússar, hinir frá Úkraínu og Armeníu. Forseti Rússlands gerði stöðu gasflutninga að umtalsefni á fundi vegna rússnesku orkuvikunar í dag. Tilefnið skemmdarverkin sem talið víst að hafi verið unnið á Nord Stream gasleiðslunni milli Rússlands og Evrópu. Hann bauð Evrópusambandinu að hefja flutning á gasi til Evrópu í gegnum þann hluta Nord Stream leiðslunar sem ekki hefði skemmst. Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют кран и все. En þetta var samt ekki án skilyrða. За свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Sem margar þjóðir hafa einmitt ákveðið að gera. Varnir Úkraínu eru líka til umræðu meðal annars á 2 daga fundi varnarmálaráðherra Atlantshafsbandalagsins. Framkvæmdastjóri þess segir ljóst hver forgangurinn Allies have provided air defense, but we need even more. We need different types of air defense, short range, long range air defense systems to take ballistic missiles, cruise missiles, drones, different systems for different tasks. Varnarmálaráðuneyti Úkraínu baði í morgun Frakka auknar varnir í myndskeiði á Twitter og nýtti til þess smá rómantík. Íslenskur karlmaður sem lá á sjúkrahúsi á Spáni síðan miðjan ágúst þegar hann fékk alvarlegt heilablóðfall kom með sjúkraflugi til Akureyrar í dag. Dóttir hans líkir tímanum á Spáni við spennumynd sem þó endaði vel. Við fylgdumst með því þegar Sigurður Kristinsson lenti á Akureyrarflugvelli í dag. Dóttir hans var með í för. Nú voruð þið loksins lent. Hvernig líður? Alveg ólýsanlega vel og þakklátt. Ég er ekki alveg búin að ná þessu. Hef allan styrkin í að standa hérna en þetta er hryllilega indælt. Sigurður er 71 árs gamall akureyringur sem býr hluta ári á Torrevieja á Spáni. Miðjan ágúst fékk hann heilablæðingu og var lagður inn á sjúkrahús. Hann er með lögheimili á Akureyri og gildar sjúkratryggingar en samkvæmt lögum greiða sjúkratryggingar Íslands ekki fyrir flugfar fyrir sjúklinga frá útlöndum. Aðstandendum þótti meðhöndlun Sigurðar ekki viðeigandi og fóru strax að leita leiða til að koma honum heim.
Sett var á stað söfnun en kostnaður við sjúkraflug frá Spáni til Íslands 7 til 8 milljónir króna. Söfnunin gekk vonum framar. Það eiginlega bara, ég bara trúi varla sko, það bara ótrúlegt að við séum komin hingað því að þetta bara fjarlægur draumur og við vorum komin á algjöra blindgötu allstaðar sko. Sigurður var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri þar sem hann fær viðeigandi aðstoð. Það er búið hrikalega erfitt. Ég veit ekki á hvaða orku við höfum gengið, eða fyrir hvaða orku við höfum gengið, en hver dagur var eins og í kvikmynd, sko. Þetta bara breyttist, staðan breyttist milli daga og jafnvel milli klukkutíma. Eru vonandi þá komin í endan á myndinni sem endar vel? Já, þetta var happy ending, sannarlega. Bandarískur maður á 50-aldri sem sat inni í rúma 2 áratugi fyrir morð nú frjáls á ný og laus allra mála. Mál hans var tekið upp aftur eftir að vinsælir hlaðvarpsþættir leiddu í ljós að sönnunargögn málsins voru vafasöm. Adnan Syed var 17 ára þegar honum var stungið í fangelsi árið 1999 fyrir að myrða fyrrverandi kærustu sína Heimin Lee. Hann fekk lífstíðardóm en honum var sleppt úr fangelsi í síðasta mánuði þar sem nýjar upplýsingar komu fram í málinu. Þær lutu annars vegar að 2 mönnum sem einnig voru grunaðir glæpinn og hins vegar að staðsetningargögnum farsíma sem stuðst var við í rannsókn málsins. En nýjar rannsóknir hafa sýnt fram á að slík gögn eru afar óáreiðanleg. At this stage, a trial has been set in for a new trial date because we're not yet declaring Adnan Syed is innocent. Saksóknaraembættið fekk 30 daga til að ákveða hvort Syed yrði ákærður að nýju og í gær dró til tíðinda. This morning, I instructed my office to dismiss the criminal case against Adnan Syed following the completion of a second round of touch DNA testing of items that were never tested before. Á skóm hinnar myrtu fundust nefnilega lífsýni úr mönnum sem eru taldir eiga þátt í morðinu. And most compellingly, Adnan Syed, his DNA was excluded. En hvers vegna var málið tekið upp aftur 2 áratugum síðar? Hlaðvarpið Serial kom út árið 2014. Þar kafar bandaríska rannsóknarblaðakonan Sarah Koenig ofan í mál Syeds. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Vinna Koenig leiddi í ljós að tenging Syeds við morðið stóð á veikum grunni og það hefur nú verið staðfest af yfirsaksóknara í Baltimore. Og Syed, sem að því virðist, satt saklaus í fangelsi í 23 ár, orðinn frjáls á ný. Hákon krónprins Noregs í Íslands heimsókn. Prinsinn og forseti Íslands fóru á fjall saman í dag. Hákon prins kom til landsins undir hádegi og eftir hádegisverð fór hann í góða göngu með forseta Íslands og Kristínu Jónsdóttur, hófstjóra náttúruvár hjá Veðurstofu Íslands. Gengi var á Stóra Hrút við Fagradalsfjall á Gossvæðinu á Reykjanesi. Góðan daginn. Velkomin til Ísland, kronprins Håkon. Hur är det? Det är vackert da. Se här, nu ser vi ju lavan. Det är utroligt fascinerande. Du har bra skor till att gå på hike? Bra sko, det ska gå bra. Forseti Íslands var þjóðlega til fara í íslenskri lopapeysu í göngunni. Det är varmt och smukt också, så det är vad man önskar på en väldigt bra dag som vi har nu här på Merardalur och i närheten av Fagradalsfjall. Går du ofta på fjället i Norge? Ja, ganske. Og så vi heldige for vi bor rett ved et område hvor det er mulig å gå på tur. Og gå på ski på vinteren. Så det er fint, så jeg føler meg veldig heldig som får muligheten til å være med her og lære litt mer om hvordan alt dette foregår på Island. Så vi har med fagekspertisen her som skal fortelle oss litt om det seismologiske. Og så kan jo selvfølgelig presidenten mye, så vi har snakket en del om det allerede. Det är en fin besök som det. Så att han skulle det vara hela tiden. Veldig bra, enig. Ja. Veldig fin måte å begynne besøket på. Desto mer man ute på naturen, desto bedre. Það fyrir vel á með þeim forseta Íslands og krónprinsinum af Noregi og þeir víla ekkert fyrir sér að ganga á fjöll saman og reyndar eru þeir á því að það sé kannski bara svolítið skemmtilegra heldur en hefðbundnar opinberar heimsóknir. Það fer ekki á milli mála að norski krónprinsinn útivistarmaður eins og forseti Íslands.
Norski krónprinsinn tekur þátt í þingi hringborðs norðurslóða hér á landi og heldur af landi brott á föstudag. Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Já, við ætlum að fá til okkar starfandi forseta ASÍ til að ræða þetta mjög svo tíðindamikla þing sem var frestað í dag. Heldur betur. Líka mjög margar spurningar í loftinu, meðal annars bara um framtíð ASÍ. Við ætlum líka að sjá lengri útgáfu af viðtalinu við Ragnar Þór sem við sáum brota hérna fyrir fréttum. Og svo ætlum við líka að líta á yfirlitssýningu á Kjarvalsstöðum á verkum Guðjóns Ketilssonar. Allt þetta í Kastljósi á eftir. Takk fyrir þetta, Baldvin. Og við ætlum þá að líta til veðurs. En það verður fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og ætti að sjást víða til sólar þó má búast við dálitlum skúrum við norður- og austurströndina. Heldur kólnandi veður mildast við suðurströndina þar sem hiti geti farið í 7 stig. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í handbolta hefur leik í undankeppni EM 2024 í kvöld þegar liðið mætir Ísrael á Ásvöllum. Portugalska liðið sem hafði betur gegn Íslandi í umspilsleikum sæti á HM kvenna í knattspyrnu í gærkvöld er ekki komið með öruggt sæti á heimsmeistaramótinu þrátt fyrir sigurinn á Íslandi. Og Valur hefur loks formlega staðfest að Arnar Gretarsson taki við þjálfun liðsins á næsta tímabili en ráðningin hefur legið í loftinu lengi. Þetta og fleira í íþróttum eftir augnablik. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Deilurnar í verkalýðshreyfingunni gætu haft mikil áhrif á samstöðu launafólks í komandi kjaraviðræðum að mati starfandi forseta Alþýðusambandsins. Þingi ASÍ var í dag frestað fram á vor. Formaður VR segir ótímabært að ræða úrsögn úr sambandinu. Átökin eru þau verstu í hálfa öld að sögn sérfræðings í sögu verkalýðshreyfingarinnar. Forystumönnum beri skylda til að lægja öldurnar fyrir launafólk í landinu. 47 manns sitja í gæsluvarðhaldi og hafa aldrei verið fleiri. Fangelsismálastjóri segir fangelsi landsins sprungin og hefur áhyggjur af öryggi starfsfólks. Atlantshafsbandalagið stefnir að því að auka loftvarnir Úkraínu. Forseti Rússlands hefur boðist til að flytja gas til Evrópu óskemmda hluta Nord Stream gasleiðslunnar. Vinsælir hlaðvarpsþættir lögðu grunninn að því að bandarískur maður á 50-aldri er nú laus allra mála eftir að hafa fengið lífstíðardóm fyrir morð þegar hann var táningur. Hann sat í fangelsi í 23 ár. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og venjulega alltaf finna inn á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.